Og nú komum við að mikilvæg aðferð sem að örugglega allir þjálfarar nota einhvern tímann og við þurfum að passa að við gerum þessa aðferð vel og þetta einfaldlega að láta iðkendurna herma eftir ykkur. Þegar iðkendur eru að herma eftir ykkur þá skiptir máli að þið hugsið hvernig þau sjá ykkur. Hvernig horfa þau á mig? Þannig að hvernig stend ég, hvernig hreyfi ég mig, stend ég þannig eða er þau þannig staðsett að þau sjá mig illa þá skiptir máli að færa aðeins til þannig að allir geti séð vel það sem er að gerast. Svo það sem maður er að hugsa er hvernig maður ætlar að snúa. Ef ég til dæmis ætla ég að snúa að þeim, ætla ég að snúa hliðinni niður, ætla ég að snúa bakið niður. Stundum, auðvitað vill maður geta snúa þannig að maður geti séð alla eins og við höfum talað um áður, en stundum getur maður þurft að snúa bakið upp til þess að ef þau þurfa að herma eftir manni og fara í sömu átt, það getur svolítið ruglingslegt, eða þau þurfa að gera með sömu hlið, eða maður getur þurft að spegla. Af því ef þið hugsið ef ég ger eitthvað að stend og horfi á iðkendurnar mínar og ég ger eitthvað með hægri hönd eða hægri fæti og þau herma eftir mér, þá eru þau að gera það með vinstri. Af því þau sjá þetta sömu megin, það eru flestir krakkar að gera þetta svona. Þannig að ef ég til dæmis vill að þau gera eitthvað með hægri, þá gæti ég þetta að gera það með vinstri ef ég er að snúa að þeim. Sumaræfingar sem maður sýnir er gott að sýna út á hlið, því þá sjáðu líka maður frá þeirri hlið. Og sumaræfingar ef þú fyrir að herma til dæmis einhver rútína eða eitthvað svoleiðis, þá gæti maður þurft að snúa baki iðkendurnar en maður reynir að forðast það að gera það oft eða passa bara upp á hvernig umhverfið þegar maður gerir það. Og svo annað þegar maður er að herma eða láta iðkendur herma eftir sér að það er mjög mikilvægt að maður láti það vita ef þau eru ekki að fatta hvað er að gerast og maður láti vita hvaða líkamshluta maður á að vera að einbeita sér að. Af því ef við tökum dæmi, ef maður til dæmis fer í einhverja svona stöðu og gerir eitthvað spörk og högg og eitthvað svona og við kannski viljum að þau séu að leggja ekstra áherslu á það að gera eitthvað með fætinum en þau sjá okkur með hendurnar og þau horfa bara á hendurnar og gera bara það. Af því þau eru kannski erfitt með að átta sig á því hvað er verið að leggja áherslu á eða hvað skiptir máli í þessari hreyfingu. En við sem erum kannski þjálfarar erum búin að vera að gera þetta í mörg ár og áttum okkur ekki á því að við kunnum þetta utan af og þá þarf ekki að brjóta þetta niður. Þannig að benda á þann hluta sem skiptir máli. Ef þetta maður er að gera eitthvað spark og við viljum segja að það skiptir máli hvað maður er að gera með hnénu, þá segjum við horfið á hnéð mitt, sjáu hvernig hnéð er að gera, hnéð kemur svona og getur látið þið herma eftir ykkur þannig.